Já, komið sæl. Ég heiti Kristbjörg Olsen og starfa hjá Kennslumiðstöð Háskóla Íslands og ég ætla að tala verkfæri í Moodle sem heitir skráning vinnuskila og bættist við Moodle í útgáfu 2.4. Þetta svona verkfæri sem að gefa kennara möguleika á að hafa yfirsýn yfir alla vinnunemenda á einum stað. Og hann sér þá hverjir hafa skilað hverju, hverjir hafa lesið hvað og nemendur sjá geta kallað fram skýrslu yfir eigin skil og séð á einum stað hversu miklu þeir hafa lokið og hversu miklu ólokið af efni námskeiðsins. Ég ætla að sýna þetta bara í nokkrum glærum og þetta verður sjálfsagt mjög stutt hjá mér en spyrjiði endilega við spurningar. Hérna byrja ég sem sagt að sýna skýrslu sem að kennarinn getur kallað fram og þessi mynd úr námskeiði þar sem að kennari var búinn að virkja þessi verkefni, hann með verkefni hérna, sjáðu verkefni 1 til 9 og hann getur séð hérna sem það fyrir nöfn nemendana sem ég blöðraði út, kemur, já það var einmitt vinur þinn sem var með þetta. Þarna sem sagt var hann eins og sést þarna efst 205 nemendur og það var að mig minnir að þá þurfti nemendur að klára þessi verkefni til að fá próftökurétt og hann vildi sjá á einum stað hverjir hafa lokið skilað öllum verkefnum og hérna það getur hann sem sagt gert með þessu verkfæri. Neðst á síðunni til að hann fyrir nú ekki að fletti gegnum Moodle alla þessar 205 nemendur, þá getur hann kallað fram skýrsluna í Excel. Þannig að hér sem sagt hægt að kalla þetta niður í Excel og þá að telja bara hverjir hafa skilað öllum verkefnum. Viðmót nemandans, það breytist líka leið og kennari hefur virkjað þetta verkfæri inn í námskeiði. Að þá bætast þessi reitir við sem við séð sjálfsagt á kynningum hérna í dag og þessi reitir bætast við þau atriði sem kennari virkjar í sem sagt, skráningu vinnuskila og þarna sést að það búið að virkja hvað 5 atriði og þá koma reitir aftan þau og þessi reitir eru tvenns konar. Annars vegar það reitur með heilli línu og hins vegar reitur með brotalínu og munurinn af þessu sá að reiturinn með heilu línunni þar getur nemandinn hakað í og bæði fyrir sjálfan sig og tilkynnt kennara að hann hafi lokið við verkefnið eða lokið við að lesa allt efnið í möppunni. Brotalínan þarna, reiturinn með brotalínunni, hann háður skilyrðum sem kennari setur. Þannig að það hakast í hann sjálfkrafa því að nemandi hefur uppfyllt ákveðin skilyrði. Til dæmis, hann hefur skilað inn verkefni, hann hefur fengið einkunn fyrir eitthvað próf, þá hakast sjálfkrafa við í reitin. Og þannig sem sagt getur kennari stjórnaði hvort nemandinn má haka sjálfur við atriðið eða hvort á að vera háð skilyrði. Og þar fyrir utan þá bætir kennari við þegar hann virkjar þetta verkfæri, þá setur hann upp þessa blokk sem þið sjá hér, hún heitir staða á vinnuskilum námskeiðs og þar sér nemandinn hversu miklu hann hefur lokið. Þarna sér hann strax, ok, ég hef lokið 8 viðföngum af 17 og það gæti svona ítt undir. Síðan getur hann ítt undir kannski að hann klári fleiri eða eitthvað slíkt. Hann getur smellt hérna nánari upplýsingar og þar fær nemandinn bara skýrslu yfir allt sem þarna í vinnuskilunum og þetta tekið af gervinámskeiði og það alls konar rusl hérna inni. Þetta eru próf og verkefni og möppur og alls konar dót og síðan hérna í næsta dálki þá koma fram kröfurnar. Hér á hann að skrá eigin vinnuskil. Þarna nú að skoða eitthvað, opna eitthvað. Það reyndar að þarna í þessu tilfelli þá gerði ég líka skilyrði að nemandinn þyrfti að skrá færslu inn í orðasafn.
En það kemur Moodle velur bara að segja skoða vegna þess að maður það líka haka við að hann þurfa að skoða. En þarna eru sem sagt kröfurnar, skilyrðin til að hann fái þetta hak í reitinn. Og svo hérna lokið dálkurinn, þar sér hann bara já og nei, hvort hann hefur lokið viðkomandi atriði eða ekki. Hvernig á að virkja skráningu vinnuskila? Ég sé að ég hérna, þetta verður mjög snöggt. Í uppsetningu námskeiðs, þar þarf kennari fyrst að virkja þetta hér. Hann fer sem sagt í uppsetningu námskeiðsins, skrollar þar niður og þar sem stendur árangur nemenda, skráning vinnuskila, þar velur hann virkjað og stýrt og væntanlega hakar við skráning vinnuskila hefst við innritun nemenda sem sagt. Til þess að þetta sé mögulegt, til þess að sé mögulegt að virkja á námskeiði skráningu vinnuskila, þá þarf það auðvitað að vera virkjað í kerfinu í heild og það þarf kerfisstjóri að gera. Stillingar fyrir lok viðfangs bætist við í uppsetningu verkefna. Í uppsetningaforminu, í öllum verkefnum, möppum, skjölum, að þar bætist þetta við neðst. Neðst í uppsetningaforminu þar bætist við lok viðfangs, þar sem kennari getur valið hvernig á þessu viðfangi að vera lokið. Segjum ef þetta er mappa, að þá getur hann valið, ok, þá myndi hann velja hér, að nemandinn mætti haka við sjálfur. Þegar nemandinn er búinn að lesa allt efnið, þá getur hann haka sjálfur við og hann sé búinn að lesa allt í möppinni. Hér er valið, þetta er mynd úr verkefni sem sagt, og þarna hefur valið birta að viðfangi sé lokið þegar skilyrðum er fullnægt. Og þá getur kennari hakað við eitthvað þar fyrir neðan, til dæmis nemandi þarf að hafa fengið einkunn til að ljúka þessu viðfangi, eins og er hakað þarna við. Og þessir valkostir þarna fyrir neðan eru svolítið mismunandi eftir hvað er verið að búa til. Þarna er verið að búa til verkefni og þetta er aðeins öðruvísi valkostir þarna, ef þetta er bara mappa, þá er náttúrulega engin einkunn. Í þriðja lagi til að virkja þetta, að þá þarf að setja, það sem sagt bætist við þessi hérna tengill hér í umsýslu námskeiðs, leið og kennari hefur virkjað skráningu vinnuskila, þá bætist hérna þetta við, skráning vinnuskila. Og þar þarf kennari að fara inn og haka við allt sem á að koma fram í skráningu vinnuskila. Þó hann sé búinn að setja þetta inn í verkefnin, í uppsetningu verkefnisins, hvernig því skuli lokið, að þá þarf hann líka að fara þarna inn og haka við allt sem hann kýs að hafa inn í. Í fjórða lagi þarf kennarinn að setja upp blokkina stöðu á vinnuskilum námskeiðs sem ég sýndi ykkur áðan. Það er eitt til sem ég nefni ekki hérna í þessum lista, en bætist sjálfkrafa við í skýrslur námskeiðsins. Þá bætist líka við þar sem sagt, vinnuskil nemenda. En það er nú svona bara samskonar og skýrslan sem ég sýndi ykkur þarna alveg í upphafi. Svona svipað. En þetta er það sem ég ætla að segja og ég var að hugsa kannski hérna opna í Moodle og sýna þetta þar. Því Ásrún var að tala áðan að nemendur væri að nota spjaldtölvur, Android, og hún er með sérstakt sniðmáti í Moodle sem að hentar því. Næsta eftir vormisseri sem sagt núna þá verður uppfært í Moodle og þá kemur sniðmáti sem að hentar spjaldtölvum og símum. Og þetta er svona byrjunin af því sem þið sjáu hér þá samt eftir að móta útlitið, en
svona í framhjaldi þá kannski sýna það að þegar skjámyndin minnkar þá raðar sem sagt, sniðmátið öllu upp á nýtt. Það kemur bara í einni röð ef þetta verið sími til dæmis. En við kíkjum hérna á námskeið að þá sjáum við hér til dæmis er búið að virkja vinnuskil fyrir nokkur atriði og blokkin stað á vinnuskilum, hún hefur verið sett hérna efst uppi og kannski betra að fara hérna, Hérna sjáum við skýrslu yfir nemendur og hver nemandi er búinn með. Reyndar örfá atriði hérna sem hafa verið sett í þessu námskeiði inn í vinnuskilin. Við skoðum eitt af þessum atriðum, til dæmis þennan tengil hér og förum í uppsetninguna á honum. Þá sjáum við hér þetta er uppsetningarformið, neðst í því kemur lok viðfangs og þar get ég valið krefst skoðunar. Nemandi verður að skoða þetta viðfang til að ljúka því. Og hérna er þetta greinilega læst af því að ég var búin að búa þetta til. Og hérna get ég valið. Nemandi geta handvirkt skráð. Já, það þarf að leiðrétta greinilega hérna starfsendingarvillu. Nemendur geta handvirkt skráð að búið sig að ljúka viðfangi og birta að viðfangi sé lokið þegar skilyrðum er fullnægt. Af því að þetta er bara tengill á efni, þá get ég valið það og valið að nemendur sé búin að skoða. En það er náttúrulega sjálfsagt betra að leyfa nemandunum sjálfum að merkja við vegna þess að hann kannski opnar en klárar ekki að skoða. Þá getur hann merkt sjálfur við. Ef við skoðum það sem er annað hérna. Hérna sjáum við course completion, það þarf að þýða þetta. Þetta er sem sagt skráning vinnuskila. Og stillingar vinnuskila eru læstar vegna þess að ég var búin að setja þær upp fyrir námskeiðið en ég get opnað þær aftur. Nei, það er nú ekki þarna, heldur opnað fyrir möguleika á vinnuskilum, eyða gögnum vinnuskilum notanda. Þau eyðast tímabundið en leið og næsta krónkeyrsla fer af stað í Moodle að þá sem sagt endurnýjast upplýsingarnar skil nemenda. Krónkeyrsla. Hvað er það? Krónkeyrsla, þú skalt spyrja kerfisstjóra því, en það er ákveðin keysla sem er keyrð bara yfirleitt á nokkra mínútna fresti í Moodle og þá uppfærast ákveðnar upplýsingar inn í kerfinu. Eins og til dæmis ef að nemandi haka við að hann sé búinn að lesa ákveðið efni og hann sér það ekki breytast fyrir netti dálitla stund hjá sér í skýrslu. Og ef eins og þetta á þessu Moodle er engin krónkeysla í gangi þannig að ég þarf að handkeyra hana til að uppfæra upplýsingarnar. En svona í venjulegri uppsetningu þá er alltaf verið að keyra hana á nokkra mínútna fresti eða mínútu fresti. En hérna eru ýmsar upplýsingar í sambandi við þessa skráningu vinnuskila. Hérna efst sjáum við að það stendur completion requirements og þar getur kennari valið sem sagt annað námskeið sem forvera þessa námskeið. Að nemandi verði að hafa klárað annað námskeið en við erum nú yfirleitt ekki þeir kennari sem ég verið í sambandi að nota það. En hérna strax fyrir neðan þar koma fram atriðin sem að kennarinn er búinn að setja stillingar varðandi vinnuskil inn í.
neðst í þessum atriðum, í uppsetningu þessa atriði, þar hefur kennarinn sem sagt takað við lok vinnuskila. Og hér þarf að haka við þau og vista breytingar. Ég ætla ekki að fara í alla þessa útidúra hér, það er svona minna notað einhverja spurningar. Getur sett skiladag á hvert viðbúið? Já, skiladagurinn, þú myndir setja hann annars staðar inn í uppsetningu verkefnis til dæmis. Já. Þetta er meira bara sem sagt, svona yfirlit, heildar yfirlit til að nemandinn sjái og kennarinn sjái hver er búinn með hvað. Nemandinn sér það? Já, nemandinn sér þarna skýrsluna þessa hér. Nemandi getur sem sagt kallað fram. Hvar var þetta? Ef það eru mörg námskeið, birtist það í einkunnabókinni eða hvernig sjáum við þá stöðu fyrir hvert námskeið fyrir sig eða kemur þetta einn listi yfir allt eða hvernig? Er það að tala um einkunnabókina? Nei, ef þeir nefndu vilja fylgjast með verkefnaskilum á mörgum námskeiðum? Já, nei, þetta er bara sett upp fyrir hvert námskeið fyrir sig. En hvað kemur þessi vinnuskýrsla frá? Þessi vinnuskýrsla, hún kemur sem sagt, þessi blokk hér. Í blokk? Já, þannig að nemandi bara smellir hér á, ok, hann sér viðfengur lokið 8-17, nánari upplýsingar, þá fær hann skýrslu eigin skil. Sér alveg hverjan á eftir að skila og hverjan hefur lokið. Og kennarinn aftur sér hér fyrir alla nemendur. Fleiri spurningar? Ég skildi það aðstoð kerfisstjórn að setja þetta upp fyrir námskeiði í upphafi. Nei, það er í rauninni bara kerfisstjórinn sem var að setja þetta, haka við eða virkja þetta fyrir kerfið í heild. Þannig að kennarar hafi aðgang að þessu verkfæri. Og síðan fer það í uppsetningu námskeiðsins og já, ég get sýnt ykkur það. Það er hérna bara umsýsla námskeiðs uppsetning. Það er uppsetning námskeiðsins. Og þar er skráning vinnuskila. Þá myndu þið velja virkja skráningu á vinnuskilum og velja já þar. Og leið og það er gert og vistað, að þá bætist við þessi möguleiki þegar þú setur upp verkefni, þá bætist við vinnuskilamöguleiki þar. Svo setja blokkina til að þetta byrjast? Já, svo setja blokkina og fara hér í hérna course completion og haka við allt sem þið viljið fá inn. Þetta eru nokkur skref og já. Fleiri spurningar? Já, takk. Þetta er ógeðslega flott verkfæri. Ég bara vona að fleiri fara að nota. Ég held að fólk sé bara svona yfirleitt ekki búið að uppgöta. Þetta er svo tiltölulega ný komið. Já, þetta kom í 2,4. Við erum með 2,4 eitthvað. En það bara að segja þessu lokið. Takk fyrir.